Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og það virkilega gaman að vera aftur mættur hérna til ykkar. Við tókum okkur svona ekstra langt páskafrí. Það er gengið á ýmsum með miklum veikindum hjá starfsfólki og reyndar eru ekki alveg búin að býta nálunni með það allt saman. En þetta allt að koma eins og þið sjáuð hér á stallsystur minni henni Maríu Lilju. Vertu velkomin. Já, takk fyrir. Það gott að vera komin aftur. Þú ert hress. Já, ég er bara mjög hress. Það bara frábært að heyra. Það var kærkomið að fá smá frí og bara svona aðeins að ná áttum. Já. En ég er bara búin að ná heilsu að ég vona allavega svona mestuleiti. Já, það bara virkilega gott að heyra. Okkur veitir ekkert að þínu kröftum og þínu hugrekki og sjálfstæði og það vil svo skemmtilega til að við munum ræða það betur og eftir að það eru held ég 3 konur sem framleiða efni fyrir Rauðaborðið á samstöðinni í kvöld. Yes, það er það. En fyrst svona það sem fólk er að tala í dag. Já. Ætli það sé nú ekki helst að Guðmundur Ingi Kristjánsson sem var ráðherra tíma hjá Flokki fólksins að hann sé ekki bara núna hættur sem ráðherra heldur bara líka hættur sem þingmaður Flokks fólksins. Hann fór nú í veikindaleyfi sjálfur. Sagði sig frá sínum embættisskildum þarna allavega tíma og hvern tíma. Núna þegar við erum að tala saman þá hefur ekki komið neinn skýring á því hvers vegna hann segir skilið við Flokk fólksins. Trúnaðarbrestur í samskiptum. Persónulegu samskiptum. En ekki vísa til þess hver beri þar sök. Nei. Inga formaður Flokksins og Alvaldur sem sögð ráða öllu í Flokki fólksins. Hún bara lýsir eftir sjá en hérna segir ekkert meira. Heldur eins og þú bendir réttilega á við þegar við erum að taka þetta upp þá hefur ekki lekið ennþá út hvað það sem leiðir til þess að hann hættir þarna þessi burðarás í flokknu því hann búin að eiga samleið með Ingu, hann gamall sögu flokksins og hérna það hefur ekki lekið út ennþá hvað hefur þarna gerst en heldur það muni gera það? Það er ómögulegt að segja en eins og þetta birtist manni svona við fyrsta lestur hans yfirlýsingar þá þetta er eitthvað mjög persónulegt og það ef maður ætti að fara fabúler eitthvað það þá ímyndaði mér að hann hafi átt í einhverjum svona persónulegum útstöðum við framámenn í flokkinum og það eins og þú segir, þetta Inga Sæland það svona svo sem manni dettur helst í hug þegar Flokkur fólksins nefndur hvort það eitthvað til í þeim fáblöðingu veit ég svo sem ekki en hérna það þetta er leitt að sjá ég meina Guðmundur Ingi frábær stjórnmálamaður, hann vinsæll hann hefur haldið uppi merkjum öryrkja og barna og svona þeirra sem hafa svona síður átt sem málsvara í samfélaginu hvað hann sjáu fyrir sér að gera núna það er líka áhugavert hann situr einn í rauninni valdalaus einmitt ég tek eftir því af athugasemdum Íslendinga á félagsmiðlum að þeim finnst þetta veikja ekki bara flokkin heldur ríkisstjórnina já, það verður að segjast og það eru alls konar ummæli sem að mætti vitna til hvað gerðist þar fór mitt atkvæði var hann ekki flæktur í pilsfaldi Ingu Sæland? Hvað þýðir þetta? Farðu á þingi, þú gerir ekkert gagn einsamall og þetta kemur ofan í svona dálítinn gusugang sem hefur verið kannski má segja hafi einkennt sögu Flokks fólksins í ríkisstjórnarsamstarfi. Já, þetta hefur ekki verið auðvelt fyrir þau og það var nú bara síðast það var bara svona á sama tíma það var Inga krafin svara vegna leikskóla áforma samfylkingarinnar sem kynntar voru í Kópavogi helgina en Inga Sæland orðin einhvern veginn svona á milli það sjálfstæðismenn Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins vill spyrja Ingu Sæland nánar út í þessar aðgerðir sem að hún vill meina að séu í rauninni ekkert annað en ég bara svona pólitísku leikur og sveitastjórnastigi og Inga Sæland einhvern veginn farin að blandast þarna inn í einhver kosningalofur og samfylkingarinnar þá það auðvitað alvarlegt mál. Ég held að sé svo sem ekkert vitlaust hjá Bryndísi Haralds að svona tefla þessu fram en
þetta bara svona eitt af þessum málum, ég veit ekki, það virðist alltaf vera gusta svolítið flokk fólksins, eins og þú segir. En nú vil svo skemmtilega til að Guðmundur Ingi Kristinsson var að senda mér svarpost við fyrirspurn minni, þar sem ég býð honum að koma hingað í spjall á samstöðun og ræða þennan trúnaðarbrest. Hann segir, sæll, ég mun ekki tjá mig úrsögn úr flokki fólksins að svo stöddu. Að svo stöddu bendir til að kannski getum við verið með þátt eftir nokkra daga. Já. Hvað gerðist? Það vonandi, því að mér finnst bara mjög eðlilegt að fólk fái að vita, ég meina ef að trúnaðarbresturinn þetta alvarlegur, þá finnst manni svona eðlilegt að fólkið sem að þau kaus fái að vita hvað sé í gangi. Jú. En ætli það sé ekki annars sveitarstjórnarkosningarnar sem að fólk svona svolítið að ræðum og kannski ekkit endilega með jákvæðum eða uppbyggilegum hætti fólk svolítið að gera grín að sveitarstjórnarkosningunum og svona viðleitni frambjóðandi til þess að ná athygli og það sérstaklega Ari Edvald. Já. Og þetta stöndans niður í miðborg þar sem hann ekur göngugötu að þeir verist í óleyfi og kvartar undan skorti á bílastæðum þar sem hann má ekki vera á bíl. Í Austurstrætinu, nú hef ég búið í miðborginni síðan ég var 16 ára. Já. Og Austurstræti var orðið allavega á ákveðnum dögum og svona, þetta var gert í skrefum, var orðið að göngugötu þegar ég flutti niður í miðborginna 16 ára gömul, þá fyrir 30 og eitthvað ára síðan. Neða næstu því 30 ára síðan. Hvað var hann að pæla? Ég veit ekki. Þetta þetta alveg stórkostlega bilað. Ari Edvald, ég nú kannski ekki mjög virk á TikTok sjálf, en ég á úling og minn úlingur tekur mikið eftir honum þar vegna þess að hann svona með efni sínu á TikTok hann að reyna að höfða til hennar. Klæðist? Já, fyrstu kjósanda. Hvað hann borðar? Akkurat. Sem eru mitt krakkarnir okkar uppjöld. Það eru, við eigum þetta úlinga sem eru liggja atkvæðin þarna í því hverju við klæðumst og hvað við borðum. Það nefnilega málið með miðflokkinn og svona álíka flokka sem að svona aðfyldast ákveðin populisma, það skiptir í rauninni ekkert máli hvað þau eru að segja. Það málefnin skipta engu máli, það eru bara lækin og vinsældirnar. Og hún Sif Sigmars skrifaði ansi skemmtilegan pistil þetta helgina, þar sem hún líkti þeim við Mario Brothers miðflokkinn, þar sem að það var svona, það ekkert innihald, þetta bara eitthvað svona flugeldasýning. Já. En svo spyrir maður sér líka, það árangur að við séum að ræðan og meir og minna fréttamiðlarnir séu að skrifa þetta fréttir sem að reyndar koma honum ekki vel, það gert grín, en nafnið hans í umræðu. Það nefnilega málið, öll umfjöllun góð umfjöllun, nú þykir góð umfjöllun í pólitík eða í hverskins svona populisma. Það var þegar ég bjó í Bretlandi, þá var gerð könnun á því og svona eftir ég flutti heim, þá var gerð könnun á því tíðinni stjórnmálamanna í opinbera umræðu þá á BBC og þessum svona stórum miðlum, hversu oft nöfnin þeirra voru nefnd og hversu oft þeir voru fengnir til borðs til þess að svara fyrir einhver ummæli sem að þeir höfðu viðhaft og þóttu gjörsamlega fyrir neðan allar hellur. Og þarna bar höfuðherðar Nigel Farage yfir aðra og meðan að hann hafði 80% fleiri svona einhvers konar innkomur í stærstu fjölmiðlana í Bretlandi heldur en bara Keir Starmer eða sitjandi forsætisráðherra á þeim tíma Boris Johnson, af því að hann svo flinkur í nákvæmlega þessu. Hann segir bara eitthvað og hann bara treystir því að almenningur koma nú bara í fjölmiðla með einum eða öðrum hætti. Snorri Másson. Fleiri mætti nefna. Ég meina að þú lítur yfir þingmálaskráð Snorra Mássonar, þá hún bara svona eins og TikTok-trend. Hann talar bara það sem vinsælt á TikTok hverju sinni. En Snorri Másson fyrir nokkrum dögum reyndi nú að klæða sig úr Trump hempunni þegar okkur sýndist að Trump ætlaði að varpa kjarnorkusprengju á Íran eitt kvöldi bara svona því að honum datt ekkert betra í hug að gera. Já. Þá bökkuðu þeir miðflokksmenn sumir eins og Snorri svolítið frá þessum Trump-stuðningi. Já, sagðist það var fyrir vonbrigðum meðan þetta var alveg til þess að æra þannig einhverja miðflokksmenn sem eru miklir Trumpistar, urðu algjörlega brjálaðir og sögðust alltaf að segja skili við flokkin.
aðrir er einhvern veginn svona, já, vildu gefa svona Snorra aðeins meiri séns á að, jú, hann væri nú kannski mannlegur eftir allt saman. Skrýndímar. Þetta eru skrýndímar. Annars eru Miðflokksmenn ekkert allt of heppnir með allt núna. Það kom á daginn í dag að framboðslisti Miðflokksins í Árborg hefur verið úrskurðaður ólögmætur. Með skilstæðir hafi verið 20 mínútum of seinir að skila nafnalista. Já. Og Manni finnst þetta nú svolítið hart. er það? Já, ég verð nú að viðurkenna það. Ég meina ef þeir eru með nafnalistan tilbúin og mættu bara óvart og seint. Nú er ég kona sem að mæti mjög oft aðeins og seint. Og það er nú bara alls konar ástæður fyrir því. En þetta lítur að vera bara ákveðið riðaslag fyrir flokkin. Ertu þá líka þeirra skoðan að reglur séu bara reglur og flugmaðurinn sem að flaug bara 100 metrum yfir húsin í Eyjum, hann eigi bara ekkert gott skilið, hann sé bara brjálaði maður, eða var þetta einmitt eins og mörgum finnst helvíti hressand og skemmtilegt af því hann leyfði sér að brjóta einhverjar reglur? Ég veit ekki alveg hvað mér finnst. Ég hugsa að ég hefði orðið svo lítið hrædd ef að ég hefði fengið eitthvað svona fluglega vél svona næstu því aftan í nakkan út í garði heima hjá mér ef ég væri íbúi Vestmannaeyja. Þetta hann er ansi lágt, þú sér það á myndunum, hann er alveg þannig svona daðra við bara að lenda þarna einhvers staðar út á Meirugötu. Já, ég var frekar fljótur að taka persónulega afstöðu í þessu máli. Ég bara spurði, má aldrei vera gaman og hentu þetta einhverju færslu á Facebook. Og það urðu margir frekar reiðir og illir og ég olli þeim miklum vombrigðum kom fram að ég var að taka afstöðu með þessum flugmanni. En svo kom hún Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sem einu sinni var þingmaður og hún kom inn á þráðan minn og hún hafði semst verið í fluginu og hún lýsti því hvað hefði verið mikil stemning og skemmtilegt. Allir í vélinni. Enginn meiddist. Þeim varst það frábært. Það var látið vita fyrirfram þótt kannski einhver leyfi að eitthvað skuta fram með þeim og fólkið á jörðun niður í maður hefur ennþá ekki heyrt inn einu sem að segir hann var næstu búin að drepa mig úr hræðslu, hann eyðilaði líf mitt. Nei. Þannig að ég veit ekki hvað skaðinn virðist ekki hafa verið greiðalegur en ég veit ekki þessir Æslandir forkólfar, þeir þurfi nú ekki að svona standa fyrir málsinn í fréttum og segja jú, reglur verða að vera reglur, það er þetta mjög alvarlegt að sveigja út frá reglum í svona í flugum fyrir stjórn, en ég veit að ég svo sem ekki, eins og segir nú er ég ekki mesti aðdóðandi ykkur svona stífna reglna og sérstaklega ef enginn slasaðist og þetta var bara til þess að gera eitthvað flugmann óbærslega glaðan hann að síðustu ferðina sína, þá sé ég nú kannski ekki alveg skaðan í því, en ég get líka skilið að það hafi kannski verið svolítið ókveikindi að fá flugvél, reisa farþegaflugvél fram hjá eldhúsglugganum. Já, vissulega. En mér finnst þetta hressandi af því að við erum orðin svo reglugerðar fargans vön því að það sé ekkert svigrúm til þess að koma okkur neitt á óvart. Þú veist bara, ég er bara brotum reglur, ég er alveg til í það. Það eru einhver orð sem munu taka sjálfan tilgang lífsins frá okkur, þá eru það fyrirsjáanleiki og áhersla á áreiðanleika. Að allt verði alltaf stoppað upp í formalíni eins frá móti kvölds. Að mínum að því. Já. Að það kann að vera mjög óbyrga ástæða. Já, ég veit ekki. Jú, brjótum bara reglur. Mér finnst það bara fínt. Heyrðu, en eigum við þá að vinda okkur, er eitthvað fleira svona sem að þú vilt ræða af fréttum? Nei, ekki, það kannski tengir svo litið þættinum. Það er náttúrulega Viktor Orbán sem ég bara skítappaði, mætti orðaða það svo, ósmaklega. Er meiri von í þínu brjósti í dag en í gær? Já, ég meina ég myndi segja það. Þetta kom mér óvart. Ég verði að viðurkenna það. Ég sá okkur nefn fyrir mér að hann myndi sigra. Ég veit að bandarískir stjórnmálamenn hafa farið mikinn og reynt einhvern veginn svona að ýta undir hans vinsældir með heimsóknum og öðru. Reynt að hafa áhrif reynlega á
þessar kosningar. Kannski erum við bara að sjá það sem að Gunnar Smári hefur nú oft talað hann talar að þessi hægri bylgja sem að var alltaf verið að hræða okkur með í Evrópu, að hún sé nú kannski bara ekki neitt og að það sé raunveruleg kannski svona vinstri sósíalísk bylgja loksins að ná einhverjum svona rótum og við sjáum það þarna það er svona, þetta er svolítið svona burt með þannan andstyggilega forseta Já, það hefur verið gaman að sjá sko að sumt fólk er svona bjarsýnna og rómantíst jafnvel í ljósi þessara úrslita að maður sér þá félagsmiðlunum í dag en veistu hvað kom mér mest óvart að hann skildi ekki ef hann er svona spilltur af hverju hafði hann ekki ítök til þess að spilla kosningunum Það er góð spurning. Hann hefur það hefur verið talað spillingu og kosningasvindl hreinlega í hans kjörum áður. Kannski var hann bara svona viss í sínu. Hann virkaði hann svaf á verðinum, hann virkaði það nefnilega. Svo fekk hann vans í heimsókn og þetta var allt þetta bara, hann hefur séð þetta fyrir sér að þetta væri bara í hendi í raun og veru en hann virðist, að hafa skýt tapað hreinlega. Já, þetta verður einmitt eins og þú nefndir áðan til umræðu við rauðaborðið en ef að kannski byrja á því að ræða það sem að við ætlum að enda á sem er það að við kynnum hér til söguna nýjan liðsmann frílans konu, Ásdísi Olsen sem engin nýgræðingur engin nýgræðingur, hún hefur gert sjónvarpsþætti fyrir Ríkisútvarpið, Stöð 2, Hringbraut og í sumir þekkjana því að hún hafi verið eiginkona Karls Ágústs Úlfssonar en ætli hún sé nú ekki þekkt af eiginverkum frekar en því að ég ætla rétt að vona það og hún er sem sagt ætlar í kvöld að ríða á vaðið hér með einslag og ræða við Helgu Snjólfsdóttur verkfræðing Hvað Akkurat. Það er alltaf að ræða svo litið þetta sem að við kannski þekkjum ansi mörg svona að hafa keyrt á vegg kulnun og meðvirknisamskipti ADHD og svona meðferðir við þessu öllu saman. Tíð Helga, hún er núna leiðir fólk sem finnur fyrir þessum vand ég minn þetta stækkandi hópur leiðir þau inn í ykkur sjálfsvinnu og ætlar að segja Ásdísi allt málið. Þekkirðu til Helgu sjálf? Nei, en ég er mjög spennt að sjá hvað hún hefur að segja. Ég sá aðeins framan í hana þegar hún var leiðin út og mér leist mjög vel á hana sem viðmælanda og gaman að kynna nýjan liðsmann til sögunar. Nú svo þar á undan ætla ég að ræða við byggingamestara, hann heitir Ingvar Jónsson. Við ætlum að ræða breytt landslag húsbygginga hér á landi og aumingjaskap landsmanna ber á góma í þeim efnum. Já. Hann sem sagt í hópi þeirra sem að segja að það sé sem áður var þegar við Íslendingar vorum sjálfir alltaf að unnum baki brotnum við það að smíða okkar eigin hús á sama tíma og komum upp börnum og við vorum í skóla eða við vorum í vinnunni og Íslendingur var þessi tegund sem gerði allt með eigin höndum. Nú segir hann að við sem hættir að gera allt með eigin höndum og við fáum erlendar hendur. Já, til að gera það sem við áður gerðum og við ræðum svona menningarbreytingar og hvað maður að segja skipulagslegar og húsbyggingarlegar breytingar þessu tengt. Hann er sem sagt smiður líka og við ættum að kannski að fá meira af iðnaðarfólki, smiðum, fólki sem hefur unnið mikið með höndunum. Það líst mér vel á. Nú kem ég yfir svona iðnaðar fjölskyldu. Mér þykir mjög vænt iðnaðarmenn og þeirra vinnu og finnst þeir einhvern veginn það ætti að fá að heyra staðins meir í þeim. Ég er nú alveg samræð því. Við erum sem er lagahotn, þess að við ræðum reglulega við lögfræðingum einhver álitamál en við erum að passa okkur á því að vera með allar stéttir alltaf. Já, ég var nú til dæmis til að vita bara hvernig ég á að laga hérna ýmsu hluti. Það var nú bara ágætt að fá hérna mann til þess að leiða okkur í allar sannleikanum hvernig maður á að mála gluggakarmana sína eða hvernig maður á að skipta dyrastafi eða hvernig sem það er. Það væri bara mjög gott og fróðlegt.
Ég hef nú séð þig bara rífa niður veggi eða byggja þá bara einni nóttu þegar Já, það er bara uppeldið, sko. Já, það er bara að eiga sterkan iðnaðarmann sem að letum mig bara gangi í öll verk frá því að barn. Þú ert Og við getum þetta öll. Þú ert öflug og ögur stund. Já, afi sagði alltaf við mig, afi var pípari og sjómaður, og hann sagði alltaf við mig að það væru allir píparar. Þetta væri bara, það er allir píparar, það getur nú allir gert við rör. Þetta er rosalega einfalt. En hvort sem að það er rétt, þá allavega svona fylgdi hann mig þeim hugmyndum og pabbi líka að ég gæti gert við hvað sem er. Frábært uppeldi. Já. Nú, Ragnheiður Davíðsdóttir, hún hefur nú verið hér reglulega líka, síðasta missirið eða svo, gríðarlega reyndur blaðamaður og hún ætlar í kvöld svona miðbygg þáttar að ræða við Áslaugu Einarsdóttur. Þar eru að tala konu sem glímir við fíknisjúkdóm og missir bæði forsjá og umgengni við barn sitt. Þetta er svona martraðakendur veruleiki að lifa við samviskubitið og ekki síður fordómennir sem að hún hefur líklegast til fundi fyrir á einskinni. Já. Þetta geti verið sláandi við þar. Já, ég er nokkuð viss það. En þú tókst púlsinn á vinstrinu í hvað Hafnarfirði? Í Hafnarfirði, já. Þar var nýr flokkur vinstrisins settur saman og ég fæ fulltrúa hans til mín hérna og eftir. Það eru Svenni Kristins, Davíð Arnar Stefánsson og Ester Bíbí Ásgeirsdóttir. Þetta eru ansið hressir fulltrúar þessarar nýju samvinnuhreyfingar. Það eru einstaklingar úr hinum ýmsu flokkum sem að búa til vinstrið í Hafnarfirðinum. Þau nefna Pírata og einhverja fleiri flokka. Heitaðu vinstrið eins og í Reykjavík? Já, þetta er í rauninni, já. Og þarna er taug á milli? Já, þarna er taug á milli, en þetta er svona aðeins vítakara samstarf, það er svona mjög fjölbreytulisti að þeir virðist og miklar pælingar ég er svolítið mjög skemmtilegt pólitískt spjall sem við áttum bara svona það sem skiptir máli í samfélaginu. Já, einmitt. Og er ekki allt í lagi að bara segja hlustendum áhorfendum það að við ætlum að fara svona að gefa svolítið í núna í upptakti sveitarstjórnarkosninga. Jú, og ég held að það sé mjög mikilvægt að fá svona fulltrúa frambúðana, alveg sama hvorum megin ásins þeir falli, til þess að koma og segja okkur bara aðeins frá því hvað þau sé að hugsa. Það kom fram í þessu spjalli mínu við vinstrið áðan að þau finna nefnilega mikinn svona samhljóm með ansi mörgum og þau nefndu þarna ég flokka svona vinstra og hægra megin við hinn pólitíska ás sem að þau getu alveg séð fyrir sér að vinna með. Þau eru ánað með svona núverandi bæjarstjórn að mörgu leyti, vilja kannski vera svona eins og ferskur andblær og ég held að það sé svolítið svona ríkjandi fyrir pólitíkina á sveitarstjórnarstígi. Það ekki þessar svona skýru línur þetta kannski snýst ekkert alveg sömu hlutina, þetta er svona aðeins persónulegra allt. Já, sumir segja þetta sé bara persónukjör. Já. Það er nú kannski ofmælt en sannarlega hef ég til dæmis á langri ævi kosið flest frambúðana og mjög oft bara vegna sem mér hefur fundist ein rödd vera geðfelld já, þannig að þetta er svona þetta leitir í ýmsar áttir. Jú, það gerir það. Heyrðu, en við ætlum að hefja leika á vini okkar, vini samstöðarinnar, honum Hilmari Þór Hilmarsinni, prófessor við Háskólann á Akureyri og vann hjá Alþjóðabankanum einu sinni. Hann ræðir eins og við nefndum á fall Orbán í Ungverjalandi og fíaskóið sem Íransstríðið er orðið fyrir Trump. Já. Og hvaða leiðir eru til að spakka út í því og hvernig Pútín fitnar á fjósbitanum og skellihlæðir. Já. Og hann ræðir líka sem hann er svolítið skemmtilegt í spjalli svona munin á sjónarhóttnum í Asíu þegar kemur að fréttaflutningi þar og hér í Evrópu. Og það er frábært að eiga Hilmar Þór að. Já. Hann er í Bangkok núna. Já. Ég heyrði honum á Zoom í Bangkok
og já, bara hann einn af þessum sko burðarásum samstöðarinnar Já, að það má segja það. þetta eru svona nokkur hundruð viðmælendur sem að eru einhvern veginn eiginlega alltaf til í að vera í sambandi við okkur sko. Já, okkur þykir ansi vænt það. Já, og hafa miðla fróðleik fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur svo árum skiptir og mér langar líka til að þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir langlundargeði síðustu vikur. Við vitum að þetta var svolítið erfiðu tími, við vitum að páskafríði var langt, við vitum að þið fengu kannski ekki alveg þá vöru sem áskrifendur eða styrktaraðilar sem að ætti að vera svona að það myndi ára venjulega en þið hafi verið með ykkur í liði og sýnið langlundargeð og nú förum við aftur að spýta í. Já, held betur. Já. Þetta verður kröftugt vor, ég finn það á mér. Er það ekki? Jú. Já. Við gerum allt vitlaust. Við gerum allt vitlaust. Einmitt, en kæra þakkir fyrir komuna og kynninguna með mér og svona greiningu á fréttum dagsins, María Lilja. Já, takk sem leiðis, Björn. Og þakkir til ykkar fyrir að fylgjast með okkur. Við minnum ykkur á söfnunarbaukin sem er samstöðin.is. Það er hnappur þar sem ástendur áskrift og þar getið ef þið hafið ekki komið í verk að styrkja okkur. Það er hundleiðilegt að vera að ræða við ykkur með einhvern bettlistaf en þetta er bara þannig. Okkar fjölmiðill stendur og fellur með ykkar framlögum og við erum gríðarlega þakkláti yfir öllum þeim stuðningi sem við fáum frá okkur. Við heyrum af fólki sem borgar 4-falt mánaðagjald bara vegna þess að það fólk segir okkur það fylgist bara með samstöðinni. En við hefjum leik eftir andartak, örfáar auglýsingar og svo telum við. Við viljum að okkur verði miskunnað og við skulum miskunna öðrum. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á miskunnsemi. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.